allavega heyrist mér. Býtu, það út með þetta á mute. Nei, býtu. Jú, núna. Þarna kom það. Gott að byrja svona bara á léttu nótunum. En velkomin í Lindakirkju og innilega til hamingju með daginn. Og velkomin þið sem heima sitjið og fylgist með í streymi. Ég ætla að byrja að fara yfir nokkur praktísk atriði. Þannig að við erum 3 prestar hérna við Lindakirkju. Ég heiti Dís og við Guðmundur Karl fermum hér í dag. Þar sem Guðni Már fermdi síðustu helgi á meðan við vorum í sóttkví. Þannig að við skiptum þessu svona. En Guðni Már bað mig að skila kærri kveðju og sérstaklega til ykkar krakkar og óska ykkur til hamingju með daginn. Og varðandi myndatökur, þá erum við með ljósmyndara, hana Karen. Og hún svo eina sem má ganga í athöfninni og taka myndir, en ykkur að sjálfsög frjálst að taka myndir úr sætum. Og í lok athöfnar, þá stilla börnin sér upp hérna með okkur prestunum og þá ætla Karen að fá að byrja að taka myndir og þegar hún búin þá með þið bara taka eins og okkur listir. En svo rétt að nefna líka að athöfnin ekki lokið fyrr en börnin ganga út ásamt okkur prestunum. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Og við segjum nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Góði Guð, viltu blessa þessa stund og börnin sem hér mun fermast í dag. Viltu mæta þeim hverju og einu á þann hátt sem þau þurfa. Og þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Og nú ætlum við að syngja saman sálminn Eigi stjörnum ofar. Ritningalestar dagsins valdir úr minnisversum barnanna sem fermast til í dag. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Jesús sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Og fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Og nú megið þið rísa á fætur sem megið auðvelt með það og heyrum heila Guðspjall. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Í honum líf og lífið var ljós mannanna. Öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt, né af vilja manns, heldur þau af Guði fædd. Þið með sittast. Og nú fáum við að heyra lagið Halleluja vers, þið með sittast líka. En lagið eftir hana Áslaugu Helgu, djáknan okkar, og textinn eftir séra Guðmund Karl, sóknarprestin okkar. Á hverjum morgni fæðist dagur nýr,
kvöldi þegar birtan flýr, hvert árið sem líður, hvert andartak, að lífið gjöf til mín. Og tíminn tifar líkt og klukkan slag, á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að meta dagana, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Þú kveikti brosið, fannst þér fuglana, eldir atómið og ástina, að heyra með hjartað sér þakka þér, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Þú þekkir mig, þekkir hvert tón, með mín og sá, frá upphafi lífs. Þú gættir mín, mætir mér enn, miskunnir þín, að hinstu stund játning mín. Þú minn Guð. Halleluja, 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 Jæja, krakkar, þetta loksins að gerast. Ég veit að sumir krakkar eru búin að bíða lengi, eins og við öll í rauninni, sko. Og þetta merkilegur dagur. Og þetta veit ég langþráð stund að ég siti hérna loksins í fermingarkirtlunum í Lindakirkju og eruð að fara að fermast. Og þetta stund sem að þið komum til með að muna svona vonandi bara í það minnsta maður man eftir hvernig mann leið. Það fátt sem ég man eftir til dæmis frá mínum fermingardegi, enda fermdist ég alveg 2 árum áður en að Dís fæddist, sem að 38 ár í dag, meira að segja. Og en ég man eftir einu sem presturinn sagði. Og þetta þýðir að ég mjög gamall. Það var ekki einu sinni farið að nota tölva, orðið tölva. Og hann sagði, krakkar, kannski munu þið eignast biblíuna á örtölvu þegar framliða stundir. Það var að tala örtölvu, ekki tölvu. Og ég var búinn að ná því út á hvað þetta gekk með fermingarfræðsluna, að þetta gekk út á Jesú, ég náði því. En ég tók það ekki inn í hjartað fyrir dálítið löngu seinna. Ég skildi út á hvað þetta gekk, en tók það ekki hérna inn fyrir dálítið löngu seinna.
Það er smá munur á því að vita eða að taka inn. Það er mikill munur á því að vita hvað einhver heitir og að þekkja hann mjög vel. Og það má eiginlega segja að kjarninn í þessu sem við erum búin að kenna ykkur og sem að fermingarfræðsla gengur út á og fermingi gengur út á er það að við segjum við leitumst við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins. Að leitast við þýðir við erum tilbúin. Dís sagði mér að hún ætti þetta vatn, ég á þetta. Við leitumst við ætlum að gera eins vel og við getum í að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins. Það þýðir ekki að við getum alveg klikkað á þessu, en í rauninni við þurfum bara að halda áfram að gera eins vel og við getum. Og Jesús Kristur leiðtogi lífsins. Kjarni Biblíunnar er, má segja, fólkin í þessu hérna versi. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þetta snýst allt Jesú Krist, son Guðs, sem sigraði dauðan og dó á krossinum fyrir syndir okkar og taka í þessa útréttu hönd hans á hverjum degi. Það er að lifa í trúnni og gera eins vel og við getum, leitast við. Ég veit ekki, kannski eru þið gripin svipari tilfinningu og ég man líka eftir. Þetta er í alvöru að fara að gerast með ferminguna. Og manni líður þá þannig að maður sé bæði svo þroskaður en samt svo lítill. Og það er hvort tveggja rétt. Ég held að það sé bara alltaf rétt í lífinu. Við erum alltaf bæði lítil og ótrúlega stór. Lítil í stórum heimi en stór og dýrmætt í augum Guðs. Því að hvert og eitt okkar skiptir svo endalausu máli í hans augum og í hans hjarta. Svo elskaði Guð heiminn og heimurinn það þýðir við hvert og eitt. Og Guð elskar okkur hvort sem við erum fermingarbörn sem eigum framtíðina fyrir okkur eða amma og afi að fylgjast með yngsta barnabarninu fermast inn í dag. Guð elskar heiminn, allan heiminn. Við erum öll jafn mikilvæg. Mér er gaman að þessari sögu hérna þó hún sé svolítið svona brútal. Einu sinni voru flugmaður og 3 farþegar í lítilli rellu og farþegarnir voru fullorðin kona, eða svona gömul kona og 2 unglingar. Og annar unglingarna, hann hafði nýlega fengið alþjóðlega viðurkenningu. Hann var talinn vera gáfaðasti unglingur í heimi. Svo voru þau að fljúga yfir fjallasölum og flugmaðurinn sneri sér að farþegunum og segir: ég er með slæmar fréttir og ég er með ennþá verri fréttir. Slæmar fréttirnar eru þær að vélin er bensínlaus og mun hrapa eftir smástund. En það eru ennþá verri fréttir og það eru bara 3 fallhlífar. Og ég er bara skuldum vafinn, fjölskyldufaðir og svona og ég tek eina fallhlífina, fyrirgefið og verið sæl, gangi ykkur vel. Og flugmaðurinn, hann hoppaði út og eftir smástund sátu þau orðlaus, unglingarnir og gamla konan, en svo stóð gáfaðasti unglingur í heimi upp og hann sagði: ég er nýbúinn að fá viðurkenningu sem gáfaðasti unglingur í heimi og ég er svo ótrúlega klár að ég mun kannski finna lækningu við ólæknanlegum sjúkdómum eða kannski leysa bara umhverfisvandann eða eitthvað svoleiðis í heiminum og bara framtíðin er mín og það treysta allir á mig. Og þess vegna tók hann næstu fallhlífu og hoppaði. Og fullorðna konan sagði við hinn unglinginn: ég er nú orðin svo gömul, þetta er allt í lagi, ég er bara sátt við Guð og lífið og ég er tilbúin að fara með vélinni.
takk þú bara síðustu fallhlífina. Þá segir Úlrikur við hana, þetta allt í góðu lagi, gamla kona. Gáðasti Úlrikur í heimi, hann nefnilega hoppaði út úr flugvélinni með bakpoka minn á bakinu. Það nefnilega, maður hittir á fólk sem að finnst það algjörlega að vera með allt á hreinu í lífinu og haga sér á margan hátt eins og gáðasti Úlrikur í heimi og stundum gerir ég það líka. Stundum er maður dálítið uppfullur af sjálfu sér og finnst maður að vera ofboðslega merkilegur og svoleiðis. En við skulum hafa í huga þegar þetta með að Guð elskar heiminn, þá erum við öll jöfn í augum Guðs og það er mikilvægt að sjá hvort annað með þeim augum. Jesús sagði einu sinni, sælir eru fátækir í anda og að vera fátækur í anda, það þýðir að vera ekki montinn, að líta ekki stórt á sig, vera ekki hrokafullur yfir því þó að séum æðisleg, heldur auðmjúk fyrir því undri sem að lífið er og við fáum að taka þátt í, vera auðmjúk gagnvart þeim sem deila lífinu og heiminum með okkur. Og Guð blessi ykkur í dag og alla daga og við vonum að fermingarfræðslan hafi kveikt ljós í hjarta ykkur og Jesús ljós heimsins og ljós lífsins mætti lýsa ykkur alla framtíð. En ég vil ítreka það sem ég sagði í upphafi, að trúa og að leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins í raun að taka í hönd hans á hverjum degi og leyfa honum að leiða sig í gegnum lífið. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Nú ætla ég að biðja, við skulum rísa á alla fætur og játa saman trúna sem verður skýrt til og eftir trúaukninguna þá komið að fermingunni en við fáum okkur fyrst sæti aðeins og syngjum saman fyrsta erindi sámsins. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, uppreisum mannsins og eilíft líf. Amen. Það byrði ykkur að standa áfram flekkar, þið megið fá okkur sæti og meðan við syngjum þá gangið þið fram. Alexandra Elín Bjarnadóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Já. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnarnáð þinni. Alexandra Elín með vers úr Davíðssálmum. Ég hef augu mín til fjallana,
Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Friður Guðs fylgi þér. Andrea Odda Steinþórsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnuna þinni. Vers Andreu Oddu er úr Rómverjabréfinu. Stundi það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Friður Guðs fylgi þér. Dagur Tumi Guðmundsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnuna þinni. Dagur Tumi er með vers úr Jóhannesarguðspjalli. Jesús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu, heldur hafa ljós lífsins. Friður Guðs fylgi þér. Emil Örn Björgunsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Já. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnuna þinni. Emil Örn er með vers úr Davíðssálmum. Þú ert skjól mitt, verndar mig í þrengingum, bjargar mér, umlykur mig fögnuði. Friður Guðs fylgi þér. Gabriel Leifs Hauksson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Vers Gabriels er úr 23. Davíðssálmi. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Friður Guðs fylgi þér. Guðmundur Halldór Ingvarsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Guðmundur Halldór er með vers úr Rómverjabréfinu. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Friður Guðs fylgi þér. Helena Ingrid Gunnarsdóttir, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnuna þinni. Helena Ingrid er með vers úr Filippibréfinu. Verið ávallt glöð í Drottni, ég segi aftur, verið glöð. Friður Guðs fylgi þér. Snorri Sveinn Lund, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Já. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Snorri Sveinn er með vers úr Jóhannesarguðspjalli. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Friður Guðs fylgi þér. Stefán Guðmundsson, vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins? Já. Guð Faðir, Sonur og heilagur andi, blessi þig og varveiti þig í skírnana þinni. Hann Stefán er með vers úr Jóhannesarguðspjalli. Jesús segir, ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. Friður Guðs fylgi þér. Nú ætlum við að biðja með og fyrir fermingarbörnunum, bænarinnar sem er hérna í heftinu. Vertu Guð Faðir og þið með krjúpa krakkar. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þig leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Við stöndum upp.
Kæru vinir, innilega til hamingju með fermingarbörnin í dag. Og eins og segir í ávarpinu í handbókinni, nú eru þau okkur á hendur falin. Og það þýðir að við skulum halda áfram, eins og ég veit að við reynum að gera öll, að leitast við, eins og fermingarspurningin hljóðaði, að vera þeim góða fyrirmyndir í hvívetna og styðja þau í trúnni þeirra. Sömuleiðis, kæru fermingarbörn, innilega til hamingju með þennan dag og þessa stund og Guð bless ykkur og varðveiti. Nú ætlar Kór Lindakirkju að flytja fyrir okkur lofgjörð hjartans.
eins og gefur að skilja og staðan núna þá ekki hægt að vera með altarisgöngu við fermingarnar því miður eins og hefur verið undanfarin misseri. En við munum svona þegar þar að kemur hnippa í ykkur fermingarbörn og fjölskyldur og endilega koma þá í messu og að borði Drottins þegar færi gefst á því. En það komið að lokum stundarinnar og eftir að við höfum sungið saman hér á eftir og við höfum þegið blessun að þá ætla fermingarbörnin að stilla sér upp ásamt okkur prestunum. Ég vil árétta að athöfnin ekki lokið fyrr en að við göngum fyrst út. Þannig að þið haldið kyrru fyrir í sætunum á meðan. En nú skulum við öll rísa á fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Ég verða að nota tækifærið aftur bara og segja innilega til hamingju og við blessi ykkur öll og við skulum syngja saman að lokum sálm og söng sem við sungum og ekki svo sjaldan með henni Áslaugu hérna síðastliðinn vetur, Kveiktu ljós í mér Jesús, og þetta er runni fólkin í þessu bæn og við byrjum ljós Guðs, ljós Jesú að leiða okkur og fylgja á vegi lífsins. Sæti. Já, við skulum bara klappa.
Gjörðu svo vel. Guðni mættur. Og við erum á myndinni, sko.
Amen.